Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér til Vopnafjarðar og velkomin í Klettur. Það hátíðardagur í Vopnafirði í dag. Það verið að fagna nýju skipi. Við sjáum það hérna fyrir aftan mig. Eitt glæsilegasta og stærsta veiðiskip íslenska flotans. Venus NS 150. En það Ingunn sem að leggjast hér að bryggju. Ingunn sem að HB Grandi á eins og Venus. En þeir eru búin að selja Ingunni til Vestmannaeyja. Hún fer þangað mitt sumar. En við skulum byrja á því að heyra í skipstjóranum sem var að koma hér að landi með fullfermi, búin að sigla marga klukkutíma að miðunum og við skulum heyra hvað hann segir aflann og aflabrögð. Þær heilsuðu okkur með svellandi söng, síldarstúlkurnar og þá voru kvöldin svo ljós og löng en ljúfastar næturnar. Því við vorum ung og ástin hrein og ólgandi hjartans blóm og sumarið leið og sólin skein og síldin á miðunum ó. En þó ég í vinni, meyjar bros og tá, skellóttur skílu klútur, skollitað undir há. Hvaðan komið þið með þennan afla? Já, hann fékkst þarna suðaustur af Færeyjum. Og góð veiði? Þetta svona nudd bara, frekar tregt, lengi, það að toga lengi og hálfgerð þolinmæðisvinna. Margir þarna í hnapp á miðunum? Já, það það stundum sko. Og nú ekki margir núna, en það þarna Rússar og Færeyingar og við Íslendingar. Hvað var löng sigling heim? Það 36 tímar eitthvað svoleiðis, 400 mílur rúmar. Hvað þetta mikið? Þetta eitthvað 1750 tonn kannski sem var með. Komum með þetta kelt núna sko. Það viðkvæmt tráðurinn að það þolir ekki með gengi og kelt. Ertu búin að vera lengi með Ingunn? Nei, ég nú bara hérna aflýsingarskipstjóri þennan túr sko. Ég búin að vera lengi á skipinu, það frá því að kom nánast. Einhverju 20 ára hléi. Hvernig var að vera skipstjóri? Það bara gaman sko, gaman að pröfa það sko. Það bara þriðja skipti sem ég gerir það. Það bara gaman. Og nú HB Grandi búin að selja Ingunni húsið til Vestmannaeyja. Verður ekki svolítið eftir sjá? Jú, ég myndi segja það. Það ekki hægt að neita því, það verður eftir sjá. Það gott skip, búið að reynast mjög vel. En hérna alltaf við Venus öllu veglegri. Hvernig líst þér á hann? Jú, mér líst bara vel á hann. Það glæsið skip. Og á líka vonandi það reynast vel. Þú ætlar að fara þar borð? Já, ég hef trú á því. Sennilega fer ég þangað núna eftir sjómannadag. Ég veit hann ekki nákvæmlega, en ég fer þangað, já. Það ekki svolítið spennandi að komast á nýtt skip? Jú, það alltaf gaman, sko. Kvöld kynni haustsins, kveðju stundin sá, en þá mér í minni, meyjar bros og tá. Jæja, þá ég komin upp í brú á þessu nýja og glæsilega skipi og eins að þið sjáu þá hér vítt til veggja, þá þess vegna hægt að halda hérna dansleik. Og hér fíneríið, við erum bara á sokkunum, hér fara menn úr skónum, menn hlaupa ekkert á stífvélunum, skítugum beint að dekkinu inn í brú. Og það ekkert hlaupið að því að finna skipstjóran hérna í öllu þessu gímaldi. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Og til hamingju með nýja skipi. Takk, velkomin um borð. Takk að þið fyrir. Hvernig var að sigla þessu fagra flegi heim? Það var bara mjög gaman og skemmtilega reynsla. Tók okkur 11,5 dag og gekk bara vel. Og hvaðan komuð þið? Við komum frá Istanbul. Tuzla í Istanbul, það sem skipasmíðastöðin er. Það Asíumegin í Istanbul. Þannig að þetta tyrknesk smíði? Já. Og kunna Tyrkjar eitthvað að smíða góð skip? Já, þeir eru alltaf að læra. Þeir eru búin að smíða nokkuð, þetta alltaf að koma hjá. Nú, Ingunn, gamla skipið þitt, var að koma hér að með fullfermi áðan. Þú hefur nú örugglega sterkar taugar til þess skips. Já, ég var búin að vera þar í 14 ára. Frá því að skipið kom hingað nýtt? Já. Hvað, 2001? Já. Og það skipið nú búið að reynast einstaklega vel? Reynast mjög vel. Það mjög gott skip. Verður ekki með tárin í augunum þegar þú þarft að horfa eftir því til Vestmannaeyja? Nei, ég er bara að vona að það gangi vel hjá þeim þar. Óska þeim til hamingju með það.
þeir eru að fá góða græður í hendur. Og Ingo var að koma hérna með eitthvað 1700 tonn skilst mér í kælingu. Hvað getur þetta skip tekið svipaðar aðstæður? Þessar skip getur verið 2900 til 3000 tonn. Í kælingu erum við að tala 2400-500. Hvernig fannst þér svona hreyfingarnar vera á hefliðinni? Mjög rólegur þessi bátur. Ekki mikið hreyfing á hann. Gott skip sem sé. Já. Fer vel í sjó. Fór vel í sjó. Við lentum í leiðinda veðri við Portúgal. Verðum að hægja svolítið á okkur þar. En svo gekk þetta bara vel. Og hvað eru þið margir og eru þið margir borð? Meiningin að vera 8 á trollinu. Líklega 11 á nót. Það var nú ekki svona fínt í skipunum hér í gamla daga þegar þú hefur byrjað til sjós? Nei, það var svolítið öðruvísi. Það var mikið þrengra og minni bátar og aðbúnaður fyrir menn var ekkert svona í líkingu við það sem er í dag. Það er ekkert líkt. Hérna er bara parkett á gólfi? Já. Þægilegir stólar þess að setjast í. Þetta skip, er þetta, nú nýlega komið skip til Vestmannaeyja, Sigurður, er þetta nánast nákvæmlega eins? Já, þetta er sama tekning og út frá því er svona keimlíkt, smá svona breytingar, en öðru leyti er þetta keimlíkt. Og hvað á að gera næst á að halda á miðin? Já, meiningin er að fara á stað núna hádeginu á morgun og þá klárum við að græja skipið og fara hérna út og pröfa. Fara hérna tæknimenn með okkur sem er spilkerfi og tækjum. Og við ætlum að pröfa að fara hérna út og pröfa að veðarfærin. Trollið? Já, og pröfa á ef allt virkar þá verður þeim skutlað inn í land aftur og farið. Og þá farið niður undir Færeyjar? Já, Kolmunna veðar. Kolmunna veðar. Það verður spennandi. Jæja, þá er ég komin inn í eldhúsið og hérna væri nú hægt að elda honi fleiri hundruð manns. Stór veisla í aðsigi og sennilega allar kokkurinn að fara með þessa stelpu með sér í næstu veiðiferð. En að sjálfsögðu þegar kemur nýtt skip á stað eins og Vopnafjörð þá er bara hátíðardagur og til veislu. Og hérna er sjálfur kokkurinn. Hvernig líkar þér við nýja eldhúsi? Það er bara ljómandi vel. Þetta er stórt og mikið og flott eldhús. Góða gnæfur? Já, þetta er alveg eins og það gerist best, sko. Já, þú ert búinn að prófa öll tól og tæki? Já, þetta er svona búið að prófa þetta. Við erum búin að prófa grillið og pannuna og ofninn og þetta er allt ljómandi gott. Eru þið strákarnir svolítið matvandir? Nei, þetta eru góðir strákar og það er gaman að þjónusta og geða þeim að borða og virkilega góðir og skemmtilegir strákar og duglegir. Þetta er snyrtilega skip og fínt og það er orðið til siðs á íslenskum skipum yfirleitt að menn ganga vel Segðu mér Anna, er þetta reyklaust skip? Já, það er það allavega svo far. Þeir sem hafa komið inn til borð núna, þeir hafa verið sendur upp á bryggju. Það skilst mér að sé stefnan hjá fyrirtækinu og þetta sé reyklaust. Já, er það ekki bara ágætt og siður? Jú, ég held að þetta er orðið mikið breyting allavega frá því sem bara ekki lengra sem síðan ég byrjaði að sjó, sko. Þá vaknaði maður sko í efri koju hálf 7 vikur og það var í neðri koju var að reykja og svo sofnaði maður aftur eftir vaktina og þá var maður og svo fór maður niður að borða hálf 7 vikur og þá var reykt framan í mann. Þetta eru breyttir tímar? Já, þetta er... Og öll umgengni og borðið yfir höfuð? Það myndi ég segja að það veri mesta breytingin á þessum tíma sem ég hef verið svona umgengnis. Það var þegar það var hægt að búa framan í mann, sko. Óviljugan. Alltaf jafn gaman að þessu? Já, ég ætlaði nú þegar ég hætti nú nokkrum árum síðan, þá ætti ég nú ætlaði nú ekki í þetta, sko. Svo er bara einhvern veginn eins og maður sjóspringur og maður landspringur líka. Það er bara svoleiðis. Þetta er eitthvað í móðinu? Já, núna bara þetta er dásamlegt. Og hvernig er kallinn í brúnni? Hann er alveg frábær. Þetta er alveg ótrúlega skiptur. Það er bara vega sagt. Hann er alltaf eins og það sé 15 ára. Og allir ánægðir sem sé? Já, þetta er bara alveg rosalega fiskimaður og alltaf jafn svona hungraður. Jæja, nú er ég komin niður í vélaróf og hausið ykkur. Ég er enn á sokkunum. Það hefur nú einhvern tíma þurft að segja þá sögu tvisvar og saga til næsta bæjar að væri hægt að komast fiskiskip Íslendinga á sokkunum alveg frá brú og niður í vélaróf. En hérna er þetta svo fínt að, maður kann ekki við annað en að fara úr skónum og vera á sokkunum. Og sjáu þið bara allan tækjabúnaðinn, takkana og mælana og það er betra að lekka sig ekki í neitt, þá gæti skipið hérna bara farið í gang og rifið sig frá bryggju. En hérna er ég búinn að finna mann sem
Mér sýnast nú að þetta sé vélstjórinn, er það ekki rétt? Jú, yfir vélstjóri. Þetta er engin smá rokkur sem er hérna hinum með við klubbana? Nei, þetta er alveg eðalvél, Varsilla. Hvað er þetta stór vél? Hún er 4500 kW. Hvað þýðir það ef við tölum í hrossum? Ja, þetta er svona 6100. 6100 hross? Já. Það er ekkert annað? Já, það skilur okkur vel áfram, sko. Og hvað kæmur honum áfram og settur hann allt í bort? Sko, við sáum mest 18 mílur í siglingunni heim, en svona vorum að keyra mikið 14 mílur. Og hvað þýðir það í olíueyðslu? Það getur verið svona 600 lítrar. Á klukktímanum? Já. Það munar það? Já, það er. Og eykst þá eftir því sem þú gefur þér í? Já, og svo getum við líka keyrt hægar og spara meira. Svo þegar svo ber undir, þannig að það þarf ekki alltaf að vera á fullu ferðinni. Það eru fleiri vélar þarna heldur en bara aðalvélin? Já, það eru 3 Scania ljósavélar, 500 kW hvor. Og svo erum við með neðar á hafnavél fram í skipinu. Já. Hvernig finnst þér nú frágangurinn vera hjá Tyrkjum? Þetta er svona heilt yfir bara mjög gott. Eru Tyrkir með orð á sig fyrir að vera góðir skipsmíðar? Ja, þeir eru náttúrulega búin að vera í þessu í ykkur 100 ára, sko. En fiskiskip er svona, þessum klassa er svolítið nýtt fyrir þeim. Eins og spilkerfi og þess aftar. En annað er alveg til fyrirmyndar, sko. Springlandi silfur í sólareldi, söklaði bátur í áfangastað. Landaði skyndi og kista kveldi, kannastu bróðir við lífið þar. Völdu kynni hausins, kveðju stundin sá, en það er mér í minni, meja bros og ná. Að sjálfsögðu var enn til mikillar móttökuhátíðar þegar Venus var komin í höfn og þangað mættu nær allir Votverðingar. Skipið var blessað og Birna Loftsdóttir gaf því formlega nafn, en faðir hennar, Loftur Bjarnason, var mikill athafna og útgerðarmaður á sínum tíma og hús hans og fjölskylda hans gjarnan kallað Venusarhúsið. Fór því vel á því að Birna gæfi skipinu nafn. Gæfa fylgir Venusi og áhöfn. Venus er orðið gróið og gott nafn í sögu útgerðar á Íslandi og mér vitanlega þá var fyrsti togarinn sem að því nafni nefnist Venus gerður út frá Hafnarfirði og frá 1936 og það voru sem sagt afi minn og Loftur Bjarnason sem stofnuðu það félag á sínum tíma rekstur þessa togara. Síðan hefur þetta nafn verið meira og minna viðloðandi íslenska útgerð og farsælt nafn og gott nafn að mínum mati. Nú er annað svipaskip eða nákvæmlega eins skip er það ekki rétt í smíðum úti? Jú, og það mun bera nafni Víkingur sem er eins mjög farsælt nafn á sér langa sögu. Það er HB Grandi sem lét smíða Venus, en skipið kostaði hingað komið 3,4 milljarða króna. Venus er fyrsta skipið af 5 sem HB Grandi hefur ákveðið að láta smíða. Það hefur ekki áður gerst að eitt útgerðarfélag á Íslandi ráðust í svo umfangsmikið nýsmíðaverkefni. Meðalaldur skipaflotafélagsins var 33 ár, en þegar þessu verkefni lýkur árið 2017 verður meðalaldurinn kominn niður fyrir 8 ár. Er þetta merki sterka stöðu HB Granda? Jú, vissulega stendur HB Grandi sterkum og styrkum fótum, en það er eins með HB Grand og önnur félög að það þarf alltaf að halda vaktina. Sýnist þér að þið hafi verið til þess á komandi árum? Já, það eru mjög jákvæð teikn bæði varðandi stöðu fiskistofna og eins markaði. Það er vaxandi fiskneysla, þannig að þessi stæðstu utanaðkomandi breytur líta vel út. Söklaði bátur í áfangastað, landaði skyndi og kista kveldi, kannastu bróðir við lífið þar. Köldri kynni hausins, kveðju stundin sá, en þá er mér í minni, meja bros og ná. Það er þjóðhátíð í Vopnafirði í dag. Já, það má segja það og líka ástæða til. Þetta er náttúrulega stærsta og fullkomnasta uppsjávarskip landsins sem er að koma hérna við heimahöfn í Vopnafirði og við erum náttúrulega gríðarlega stolt af því.
Þetta nú talsveit öðruvísi skip heldur en að þú varst á hér í gamla daga. Já, það orðið breytt í tímarnir og maður er stundum að hugsa það og maður fer svona aðeins í hnénu þegar maður er að hugsa hvernig breytingin orðið þegar maður fer borð og sér svona aðbúnaðinn allan og náttúrulega bara bæði hvað var það vinsluna og líka aðbúnað manna borð. Þetta er náttúrulega alveg orðið bylting. Það tíðkaðist ekki í þá daga þegar þú varst til sjós að menn getur gengið á sokkunum allt skip. Nei, og það tíðkaðist heldur ekki að maður geti alveg sofið þurru rúmi, sko. Því að þegar skipin voru drekklega hlaðin og búið að lengja þau og breyta þeim á alla kanta, þá áttu það til að koma svona gusunum loftræstikerfið, að þetta var svo sigið. Hvaða þýðingu finnst þér þetta hafa fyrir Vopnafjörð? Þýðir þetta aukið öryggi og meiri bjartsýni? Þetta hlýtur náttúrulega að vera meiri bjartsýni og meira öryggi. Og þetta er náttúrulega bara ákveðin festa í byggðarlagi. Þetta er náttúrulega svo mikil starfsemi og þetta vegur svo tungt í fjármálakerfinu okkar og atvinnukerfinu, þannig að það skiptir svo miklu máli að því leyti. Kemur kannski svolítið á óvart að í áhöfninni verði ekki nema 8 manns á trollinu. Hvað gefur þá möguleika að fækka í áhöfn? Það sem gefur möguleikana eru kannski nýjar græjur og öflugri til að sinna veiðarfærunum. Svo er þetta þróun sem er svo sem búin að vera bara undanfarin ár að gerast hægt og rólega. Við höfum stigið þessi skref mjög rólega í HP Granda og gerum það áfram. Við förum 11 núna í fyrstu veiðiferð til þess að læra á búnaðinn og munum svo fækka rólega bara eftir sem okkur sýnist að þetta gangi upp. Og stefnan er að enda í 8 á trolli og trúlega verður þau samt 10 til 11 á nót. Nú er þetta stór skip, það þarf lefni til þess að koma því hérna inn í höfnina, það má ekki vera illt í sjóinn. Verður farið í framkvæmdir til að bæta úr? Það er verið einmitt bara núna þessa dagana verið að klára útboðsgögn fyrir breikkun og á innsiglingunni, þannig að þetta skip raunverulega ristir ekki dýpra heldur en eldri skipin, heldur er það miklu breiðara. Þannig að við erum að fara núna í framkvæmdir bara á næstu misserum sem mun taka hluta þessu ári og næsta ári að breikka innsiglinguna, lagfæra snúningsrýmið hérna og fleira. Stjórnendur HP Granda hafa á undanförnum árum lagt sérstaka áherslu á umhverfismál í sínu rekstri. Til dæmis er búnaður til mengunarvarna í Venusi sem ekki er til staðar í öðrum íslenskum skipum, enda ekki gerð krafa þennan búnað í íslenskum reglugerðum. Ástæða til bjartsýni á þessum tímamótum? Ef eitthvað þá er það mikil bjartsýni sem ríkir í manni núna og mikil tillögun líka. Það er ekki hægt að draga úr því að maður er mjög spenntur og ánægður með hvernig þetta hefur tekist til í dag líka. Þannig að þetta er bara mikil gleðidagur. Stjórnendur HP Granda voru einstaklega ánægðir með hvað Vopnfirðingar tóku skipinu vel. Á henni stendur Venus NS 150. Velkomin til heimahafnar 27. maí 2015. Íbúar Vopnafjarðarhrepps. Já, mjög gleðilegt að sjá þessi fært margir að koma hérna og vera með okkur á þessum degi og við höfum nú kannski bara upplifað svolítið frá því að þessi Tangi og HP Grandi sameinuðust að við höfum bara tekið vel á móti okkur hérna og alla götur síðan, þannig að það gengið mjög vel samstarfið hérna við Vopnfirðinga. Það er nú meiri veðurblíðan alltaf hérna á Vopnafirði og ég reikna með að í nánast hver einasti Vopnfirðingur sé komin úr borð í skipið að skoða. En næst skulum við bregða okkur ennþá lengra og í ennþá meiri blíðu, alla leið út á Krít. Það voru nefnilega Austfirðingar sem gerðu sér lítið fyrir, pöntuðu þotu og fengu hana á Egilsstaði, fylltu þotuna og flugu síðan beint út á Krít. Mesti munur að þurfa ekki að fara fyrst til Reykjavíkur til þess að komast til sólarlanda, bara þotan á Egilsstaðaflugvöll, þennan stóra og mikla flugvöll, mikla mannvirki sem er allt og lítið nýtt fyrir millilandaflug. En Austfirðingar, að stórum hluta Fáskrúðsfirðingar, nýttu flugvöllinn, flugu út á Krít. Þetta sjáum við myndir sem Hjalti tók þegar mannskapurinn var að fara út
og við skulum fylgja þeim aðeins borð í flugvélina en á eftir förum við svo út á flugvöll og tökum á móti mannskapnum þegar hann kemur sólbrúnn og sannlegur beint frá Krít. En hlustum aðeins á músíka með hann. Allt bjart fyrir okkur tveim, því ég komin heim að ferðalokum finn ég þig sem ég fagnar höndum þeim. Ég komin heim, já ég komin heim, já og veit að sól slær silfri á voga, sjáðu jökulinn loga. Allt bjart fyrir okkur tveim, því ég komin heim að ferðalokum finn ég þig sem ég fagnar höndum tveim. Ég komin heim, já ég komin heim, ég komin heim. Já, þetta var yndislegt í alla staði og gekk mjög vel, allir ánægðir. Ég sé að við fundið sólina. Já, við fundum hana, þetta var bara frábært. Mikil upplifting fyrir starfshópinn að fara svona saman í ferð til útlanda? Já, þetta saminar hópinn og bara gott frí, kærkomið frí. Allir ánægðir. Mikil munur að geta flogið hingað beint? Já, það munar öllu. Við höfum gert það síðustu ár. Tekið vél hérna. Ferðin var bara frábær í alla staði. Það var gott að komast héðan, beint út og koma svo heim beint án þess að þurfa að fara í gegnum Keflavík og snúast það og svo var náttúrulega bara hreint og klárt frábært allt sem var hérna úti. Gott veður
mikið að gera, skemmtilegi farþegar, frábær ferð í alla staði bara. Hvernig var ferðin? Hún var í alla staði frábær, alveg einstaklega góð, mjög gott veður, frábært hótel og góður andi í þessum 107 manna hóp. Já, hvað voru margir frá Loðnuvinnslunni sem fóru með? Það voru 107, 15% íbúa á Fáskrúðsfirði. Og liggur vinnsla bara alveg niðri í Loðnuvinnsluna með hann? Já, við lögðum vinnslu í þessa daga. Þetta eru náttúrulega frídagar, 3 frídagar, en það skiptir máli við þetta starfsmannafélag skipulega þetta strax í október og við ákvaðum það að gefa þessu þennan tíma og við sjáum ekki eftir því. Það er mikill munur að geta flogið beint frá Egilsstöðum? Það er bara alveg allt annað líf og náttúrulega spara tíma og kostnað. Hvernig var ferðin? Hún var góð og ljómandi. Veðrið ekki bara með besta móti? Jú, þetta er bara svipaðir hérna. Bara aðeins meiri sól. Aðeins hlýra líka? Aðeins hlýra. Munar það ekki miklu fyrir þig að geta flogið beint frá Egilsstöðum? Jú, þetta er alveg ótrúlega lúxus. Hvernig var veðrið úti? Stórkostlegt. Það var 22 og upp í 28 gráðu hiti og sól og bara yndislegt. Var bara legið á sundlaugarbakkanum og baðað sig í sólinni? Já, það var gert það. Og skoða mannlífið. Ekki gott fyrir ykkur að geta flogið beint til Egilsstaða í stað þess að þurfa að fara til Reykjavíkur? Toppur 10, algjörlega. Hvernig er að koma heim í kuldan? Já, það er sko einhver 40 stiga munur, það. 35, það var 35 þegar við fórum að utan. Þannig að er ekki 5 hérna, cirka. Gríðarlega svipbrigði. Það er búið að vera svakalega fínt veður hjá okkur. En svona kalt á kvöldin. En fínt á daginn og þetta var mjög gott allt saman.